stela maður. Já, en þetta, þú veist, mér finnst þetta að vera skemmtilegt, þú veist. Já. Þetta bara hluti af sögunni, skilur við. Já. Þetta líka flott nafn, Ástarkveðja, finnst mér. Já. Við vorum að reyna að vera svona andlegir og jákvæðir. Já, Heyrðu, það ljósabreyting, Herbert, það þýðir það þátturinn er byrjaður. Nei, í alvöru? Í alvöru. Heyrðu, velkomin í þáttinn. Bara þakka þér fyrir. Það margir sem hafa viljað fá þig í eina þátt. Já, það er gaman. Enda þetta er búin að vera lengi að. Hvaðan ertu? Ég er bara reykingur í húð og hár, en ég segi alltaf að ég sé ættaður í föðurætt úr Skagafirðinum, frá Hamri í Hegranesi og móðurættin frá Hellsandi. Já. En þú sjálfur á bænum? Já, ég elst upp í Reykjavík, alveg borinn og barfættur og elst upp í Laugarneshverfinu. Já. Þú ert ekki þróttari samt í það? Nei, ég var alltaf káringur. Já. Við fórum á völlinn tveir, ég ákvað að halda með þessu röndóttu. Já. Þessu svarthvítu. Já. Hvað var í gangi í músíkinni þegar þú ert svona á unglingsárum? Hvað var svona... Það var svona mikið gróska, það var svona progressive músík var svona meira inn. Þá hlustuðu menn og mann fannst að vera progressive, það voru Zeppelin og Deep Purple og svona bönd sem voru að gera kannski ekki svona, eins og við kölluðum svona tyggjó-pop, sko. Það voru svona meira, og ég byrjaði búið mikið í þannig tónlist, sko, Cobra, Zeppelin, Cobra Stones náttúrulega, Cobra Beatlana. Minn skóli Coberingar á alls konar böndum. Að syngja, vera söngvari í hljómsveitum og Cobra alls konar bönd. Og var eitthvað sem sagði, var eitthvað í spilunum þegar þú varst ungur að þú yrðir söngvari? 12 ára gamall er ég í Laugalækjarskóla og kemur til mér strákur sem var með skóla sem heitir Árni Pétursson og hann segir mér, Hebbi, þú ert alltaf syngjandi í frímínútum, við erum að stofna band, maður ætla ekki að vera söngvari í bandinu. Ég alveg, jú, maður alveg til í það. Og hann var í gítartími hjá Þóri Baldurs og hann segir, farðu í nokkra gítartíma og ég fór í nokkra tíma og lærði D, G og C, eitthvað svona, nokkra hljóma. Þannig ég gæti fara að strömma aðeins smá. Og við byrjuðum með hljómsveit sem hún hét... Það var eitthvað gott nafn. Það var eitthvað Raflost. Raflost hét hún. Og þú hafðir mikið sjálfstraust, greinilega, bara upp á svið og í framlínuna. Og við þetta tók tíma og ég sagði alltaf við fólk, sko, það kemur að því. Það á eitthvað eftir að gerast einhvern tíðan. Og menn voru búin að spyrja hvernig ætlar að fara að læra eitthvað, pabbi sagði ætlar ekki að fara að læra eitthvað drengur og hætta þessari vittlausu og... En þetta var meira, þetta var ekki vitleysa, þetta var bara lífið fyrir mér, sko, músík og öll þessi bylgja sem kemur með Beatlana upp úr 60. Þetta var bara nýr lífstíl og unga fólki var að fara að rífa kjaft og þetta var bylting. Það voru 9 tímar. Hættirðu snemma í skóla? Ég kláraði gaggan og svo bara fór maður á stað í bransan, sko. Og varstu bara þá í því fullu starfi eða varstu að vinna með þessu? Ég var nú eiginlega má segja atvinnupoppari, alltaf blankur. Því maður var alltaf að kaupa nýtt söngkerfi og var nýbúinn að borga nýja söngkerfi með að þá sagði ykkur, hefurðu séð nýja kerfinni þér Rín hjá Magga, maður? Alveg bara rosa vött, maður, 809 og hvern hátara, maður. Þannig maður var alltaf að kaupa ný tæki, þannig þetta fór of mikið eins og maður sagði í sjálft sig. Í sjálft sig, einmitt. En það ýmsar hljómsveitir sem þú ert að þvælast á milli tíma. Stofnþel, Tilvera, Ástarkveðja, sem dæmi. Hvað getur þú sagt mér þessar hljómsveitir? Raun og veru kippir Axel Einarsmeyr inn í bransan. Hann þá var ég að syngja með hljómsveit sem heit Eilífð, sem var stuttlíf. Og hann heyrir einhvers staðar í mér, man ekki hvar, og býður mér í Tilveru. Og það var svona reglulega skemmtilegt band. Það var Gunni Hermanns á bassa sem var síðan í Sannfríði, Óli Sig á trommur, Pétur á Hammondorgel, man ekki hvað svona Pétur var. Pétur Pétursson. Var með Hammond og Leslie og síðan var Gunni Hermanns á bassa, Óli á trommur, ég söngur og Axel á gítar. Þetta var svona fyrsta alvöru bandið. Þá voru böndin, sko, Trúbrot, Ævintýri, Tilvera. Það voru svona þessi headbönd, sko. Og fyrir mig 17 ára gamla þá farið það band var náttúrulega meira áttar upphefð og ósa gaman. Og mikið álag. Ástarkveðja, það nú hljómsveit sem var vel mönnuð og var að undirbúa mikla hluti. En svona einhvern veginn, það fór á aðra leið. Sko, bransinn var þannig að menn stálu alveg hægri vinstri. Og ef eitthvað band var að gera það gott og einhver ný trommari kom í eitthvað band, þá var hann bara boðið í eitthvað band, og hann bara tekinn úr bandinu. Þannig að við afvíðum að... Menn vilja ekkert vilja sér að fara bara inn í hljómsveitir og rústa þeim. Þetta ekki gert í dag. Nei, þannig að og þetta var nú svolítið frægt og Pétur var nú góður í þessu, hann var alltaf að stofna ný P-bönd. En við afvíðum að heilan vetur og Ástarkveðja með mikið orginalefni og vorum með svona góðum víbrum. Textarnir áttu að vera jákvæðir og uppbyggjandi. Svo þeir eru búin að æfa allan veturinn og eiginlega klára með plötu, þá kemur Pétur og býður öllu bandinu bara að nema mér og Lamba
Sævari Árna, hann býður Jonna, Geira og Ómar Óskars í band og þeir stofna Pelikan. Og þar voru búin að æfa öll lögin, eða flest lögin sem voru á Pelikan-plötunni, uppteknir. Kannski ykkur sem voru ekki búið að æfa en... Ástarkveðja semst hafði æft? Já, Ástarkveðja var búin að æfa en 8-9 lög sem voru eiginlega klára á þessa plötu. Denny Darling og eitthvað? Nei, ekki Denny, en ég man Golden Promise held ég eitt að heitið. Og það voru þeirri þarna sem við vorum búin að æfa, sko. Þannig það fór bara í Pelikan? Já. En þú fórst í Eik? Já. Það var nú engin smá hljómsveit? Nei, það var eiginlega besta bandi, sko. Þeir voru svo reglulega prófið þessi drengir. Frábærir hljóðfæraleikarar. Og það nefnilega, þú hjálpaðir okkur að finna hérna efni, svarthvít, það er svo gaman að þessum svarthvítu myndum. Þegar þið komið í sjónvarssal og fluttuð eigið efni og eitthvað aðeins af öðrum lögum sem voru að spila. Skulum kíkja á það. Gott kvöld. Við erum staddir hér hljómsveitin Eik í sjónvarssal. Okkur langar til þess að leika fyrir ykkur og nokkur vel valin lög. Við ætlum að byrja á að leika vinsælasta lagið í dag eins og heyrist í öllum útvarpsstöðvum út allt. Allir raula þetta á hvers manns vörum. Það er lagið Kung Fu Fighting. Living is easy and hold the garbage can. I try to learn my lessons well, but maybe I don't know myself enough. I'm moving on from town to town. Já, eins og við erum að tala þetta frábæri hljóðfæraleikarar þessar hljómsveit Eik og þeir eru allir enn að spila meira eða minna og aldrei meira að gera hjá þessum strákum. Nei, þetta eru snillingar. Atvinnumenn. Þetta eru snillingar og þarna raun og veru þetta var svo mikið uppbeð og gaman að spila með svona góðum hljóðfæraleikurum. Þetta fattaði maður bara hvað var gaman að spila. Við spilum heilu vikurnar í Þórskarfi, Mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag, hverju kvöldi. Þannig að það var spilað stíft og menn náttúrulega komist í æfingu. En þér samt og enn verið að ná í mannskap úr öðrum hljómsveitum og nú þú fórnarlambið. Nú þér boðið í Pelikan. Jú. Og þetta var nú mikið sprenging á sínum tíma í bransanum. Þeir létu Pétur fara og báðu þig að koma. Og þú sagði mér einhvern tímann að þið eru dreymt eitthvað í sambandi. Já, mér dreymið svona nóttina áðan að þeir koma til mig, þá bjó ég í Breiðholtinu. Þá dreymið mér Kolska. Eða svona eiginlega svona einhverja evil personu og ég á draumaráðningabók og fer að kíkja í hana og stendur í draumaráðningabókinni að ég muni taka ákvörðun á næstunni sem að ég muni sjá eftir að hafa tekið og sé jafnvel röng ákvörðun. En náttúrulega að komast í Pelikan þarna var náttúrulega rosa gaman og upphefð, þetta var eitt staðsta bandi í landinu en náttúrulega með Pétur í fronti ég reiknaði aldrei með því. Og svo náttúrulega fór þetta minnkaði náttúrulega þegar djobbið minnkaði mórallinn í bandinu og það endaði með því að mér var ekkert líft í bandinu lengur vegna leiðinda bara og ákvað að hætta. Ég fekk ekki að taka nein lög sem ég átti sjálfur og þannig þetta byggðist upp hægt og bítandi. Og þetta var þessi ranga ákvörðun sem þið dreymdi? Þú hefði bara átt að halda áfram í Eik? Já, það hefði verið, en þá hefði náttúrulega ég aldrei fengið þennan skóla og þetta var mikið reynslu skóli. Það kemur alltaf eitthvað gott út úr þessu öllu saman? Eftir þetta stofnaði ég Dynamit og fór ákvað að taka svona R&B og blásara. Og Nicky Rópes blés og Siggi Long þeir blésu báðir og við tókum Cut the Cake með Arvis White Band, hefur ekki heyrt það lag? Og blésum og reyndum að vera svolítið þróar en það var samt manni að það var ekki alveg inn á þessum tíma. Diskoð var svo sterkt að svona funky var ekki alveg, virkaði ekki alveg þarna En þú gerðir plötu, sólóplötu árið 1977, Fálkinn gaf þetta út á Ströndinni og hérna einmitt með þér greinilega búinn að fyrirgefa þér, strákarnir í Eik, fyrir að hafa farið og
Af því að ég er nú ekki með plötuspilara, ég skellti seinni yfir á gamla teipið. Við skulum hlusta þarna bara smá brot úr laginu Jamaica. Er ekki textinn eftir Hilmar Örn Hilmarsson? Eða er það ekki það? Nei, þetta er eftir held ég Mike Pollock. Hann á samt. Lag og texti Mike Pollock. Já, Mike og Danny Pollock. Já, þeir eiga þetta sko. Þetta er bara skömmu fyrir utakastmenn. Þarna, ég var svolítið svona, ég fóstraði Mike svolítið. Hjálpaði hann og við unnum svolítið saman, hann samdi fyrir mig og... Hérna heyrðum við þetta. Ég er nú ennþá á því sko, ef einhver myndi taka þetta í dag, þá gæti þetta orðið svolítið sterkt sumarlag. En hérna er Hilmar Örn með fullt af textum. Voru þið í miklu sambandi? Já, svona, ég kynnti svona lítið á þessu tímabili aðeins. Það var svona svolítið sérstakur karakter, svolítið spes. Og er enn. Og er enn og hafði þessa listanahæfileika og ég var með alla textana á ensku. Já. Þannig hann hérna... Svona sneriði mig yfir einhvern veginn? Sneriði mig yfir og hérna, það er lag sem fjallar Pelikana-ævintýrið sem er hérna, heitir Góðar stundir. Ég drógst í duttlungareik og drauma stóra. Það fjallar ákvörðunartökuna. Illt var ég sjálfa mig sveik og vini fjóra. Komst ég að loknu til leiki lega óra. Því að allt púli var eins og lítill gróði. Inni ég kom til alls ekki eins nema að tapa blóði. Í stól hins burt oltnasteins var fátt sjóði. Það var nefnilega það. Það var lagið. Heyrðu, þú varst eitthvað að stunda sjóinn á þessum tíma? Já, svo eftir sem þetta stöðugan bransa í nokkuð mörg ár. Alltaf blankur með allt niður í sig og svona. Konan var mikið þreytt á manni og svona. Þá ákvað ég að skella mér á sjóinn og gerðist kokkur. Ég hafði alltaf haft áhuga að kokka heima og var alveg 8 ár til sjós. Og bull þénaði, komst á loðnubáta og var afleysingakokkur í Eyjum og leysti af á 3 bestu loðnubátunum. Þannig að einu ári keypti ég mér íbúð, borgaði hann í topp, lét setja allt tréverk í hana, fekk mér nýjan bíl úr kassanum og fór í brúðkaupsferð til Ameríku og átti afgang. Já, bara með því að hætta aðeins í bransanum? Já. Akkur er þetta ekki bara að kokka ennþá? Ég er ennþá að kokka heima hjá mér. Já, akkurat. En svo, punki er að koma þarna svona fljótlega. Hvernig var að vera músikant eins og þú í svona vinsælum hljómsveitum og svona finna þessa bylgju skella yfir, jafnvel fólk sem að sko kunni lítið fyrir sér og var bara reitt og með nælur og þetta lítur að hafa verið dálítið svona einkennilegt að bara, og ráði ekki neitt í neitt. Jú, manni fannst þetta svona, sko, að ég reyni þetta að byggja upp. Mér er svo mikið að neikvæðu í heiminum og ég er alltaf að reyna að byggja upp. Mér fannst það rosalega, ég skildi ekki þessa reiði og neikvæðni og að hvernig menn voru að keyra á því. Þannig að þetta var svona, manni fannst þetta alveg út úr kostum, við gátu ekkert spila þessi gæjar, maður kunnið 3 grip og þannig að maður skildi ekki alveg konseptið, sko, en samt skildi maður það, skilurðu. Þeir voru að reyna að ýta frá því sem var búið að vera hefðbundið lengi og er nauðsynlegt í raun og veru. En varstu svona þá frekar bara, hélstu þið bara til hléðstaldi í tónlistinni á meðan varstu á sjónum? Já, ég hafði vitað því, ég tók mér alltaf pásur og tók mér oft góðar pásur, kannski fór og vann vel, þú veist, og þénaði vel kannski á sjónum og svona í kokkareinu. Svo kom ég og gerði plötu og yfirleitt gaf ég nú og ég er búinn að gefa flesta mínar plötur út sjálfur. Þannig ég gat alltaf dreifð mig í hlé, safna kröftum og koma svo aftur. Þannig ég þurfti ekki að treysta algjör á bransan. Þessi hérna hljómsveit, Can, sem er náttúrulega bara þitt hugðarefni, þú veist, það er nú ákveðið afrek að ná að gera hljómsveit sem að kemur frá Bíldudal, ef ég man rétt. Bolungarvík fyrirgefðu, Bolungarvík, eins vinsæl og hún varð. Og yfirleitt áttu nú hljómsveitar á landsbyggðinni frekar undir högg að sækja. Þetta er 1984 og við getum kannski fengið hérna á skjáinn myndir af æfingum með þessari hljómsveit. Nei, þetta er á balli í Hnífsdal. Þetta er á balli? Maður sér nefnilega ekki fólkið, ég held þetta væri bara einhverju æfingu. Nei, þetta er balli í Hnífsdal, sko. Hljóðið er dálítið slæmt, þannig að við horfum meira heldur en hlustum. En hérna, þarna ertu greinilega komið með fiðring í tærnar aftur. Já, sko þarna er ég hætti á sjónum þarna rétt undan þessu. John Lennon er skotinn. Þetta er allt svona, þetta er það ár, þá hætti ég á sjónum. Og Finnbogi hringir í mig og segir, ég er með band hérna í Bolungarvík maður og getur fengið vinnu í frystihúsinu maður og þá var ég nýskilinn. Og var laus og liður. Svo ég ákvað að skella mig bara vestur og fara að vinna í fiski og við byrjum að spila. Svo náttúrulega var ég búinn að vera pro-poppari og byrja að kaupa nýtt kerfi og skipta út trommaranum og fá nýjan hljómborðsleikara og æfa eins og brálæðingar og safna í sjóð til þess að gera plötu. Og við endum með að gera hérna Can í ræktinni. Var þetta ekki bara hörku vinsæl plata? Þetta, sko, við náttúrulega vorum vinsæl, sko. Það voru 2 bestu böndin á Vestfjörðum þessa tíma voru Can og hérna Grafík.
og við svona skiptum með okkur ballmarkaðan og var reglulega gaman bara að því. Já, einmitt. Hvernig var að reka hljómsveit á Vestfjörðum? Það var bara æðislega gaman. Þetta náttúrulega lendi mikið á mér eins og þetta plaggöt, að hengja upp plaggöt og skrifa plaggöt og svo hafði ég alltaf vita því að fara í ríkið alltaf á hverjum föstudegi. Já, ég vann í frystihúsinu, svo bara labba að hringja, ég að fara á Ísafjörð, skilurðu, og þá bara, áðan að kaupa eitt fleyg fyrir mig, því ég vissi það að halda ball á laugardeginum, það kæmi enginn á ballinu ef maður færi í ríkið. Svo ég fór í ríkið fyrir liðið, sko, kom alveg með byrðir svo var þetta að halda ball. Akkurat. Þannig að við héldum upp í góðri menningu, ég sem haldið, sko, ball 2 helgar í mánuði í Bolungarvík. Sem að, ég man ekki hvað bjuggu margir þá í Víkinni, hvort það voru 800 mann sem bjuggu þá. Og gekk þetta upp? Já, og þarna var liðið kannski að vinna í aðgerð, sko, kannski allan daginn og fram á kvöld og síðan bara beint á ball og svo beint að ballinu í aðgerð aftur, skilurðu. Þetta bara unnu menn og gáði sér tíma til að skemmta sér líka. Á þessum tíma er að byrja svona að fjara undan punkinu og nýrómantíkin að taka við, það sem hefur verið kallað 80s. Og þú tókst það bara með trompi og það einhvern veginn varst ekkert að miðla máli við þeim efnum, heldur þú bara hendi þér í djúpulögin og tókst þetta tímabil bara með trompi. Ég náttúrulega lagði rosalega undir í startinu, sko. Nákvæmlega. Gerði plötu, seldi íbúðana mína sem ég hafði átt með fyrirhandi og eyddi öllum peningum sem ég fekk út af því í plötuna og myndband. Og það náttúrulega skilaði sig, það voru menn, allt tekið á filmu og ég er búinn að taka held í flest myndböndum mín á filmu. Það eitthvað sem ég beiti. Sem miklu dýrara. Já, miklu flottara, lúk og svona. En og fekk ég var gæfi sem var að fá Kalla Óskars og Frostfilm til þess að gera þetta. Það var mikil gæfa líka. Við skulum kíkja á nokkra myndir. Græðgi spilling, engin átt, þess vegna þurfa menn að þjást, þess vegna þurfa menn að þjást. Þetta lag, Herbert, þetta náttúrulega bara, þú veist, lag þessa tíma. Ég ætla ekki að halla á neinn af kollegum okkar. Þessa lag sem hefur lifað lengst að þessu svona nýrómantíska tímabili og eins og þú sagði, þú lagðir allt undir. Og svona meðagóð búin að lengi að í bransanum þessu tíma, þá er þetta bara mikið afrek. Já, ég náttúrulega, svo ég segi, þetta var svona smá ambition þarna og mikið rikstekið. Og líka tónlistalega, mikil áhætta tónlistalega, þú veist, með að við, eins og ég segi, jafnaldraðina sem voru kannski að spila bara á sveitaböllum og... Já, ég var svo gæfsamur að kynna Steingrími Einars og bróður hans.
Ingvar Einarssoni. Þeir voru í kjallara voru að kaupa synta og voru með hérna síkvensa. Þetta var allt steppað inn í síkvensa, sko. Og svo voru við með 4, 5, 6, 8 synta, sko. Og þetta var svo mikið nýjum, sko, það var eiginlega enginn byrjaðar á þessu hérna. Þeir voru bara að hlusta hvað, Human League og OMD og eitthvað? Jú, hann var byrjaðar á Jón hérna. Gústafs var aðeins byrjaðar. Og þú fórst meira að segja til Englands til að gera þessa plötu. Af hverju gerðir þetta ekki frá Íslandi? Það var bara eitthvað sem sagði mér að yrði það vandað þegar Jeff Calver mixaði hana og hérna fengum gott stúdíó á London og góðu verði. Hljóðritið, það voru allir með hljóðritasoundið. Já, hljóðritasoundið var á öllum upptökum, skiljum við. Var það slæmt? Já, sko, ég hafði allan það mikið metnað, mér langaði að reyna að gera betur, sko. Veist, og maður gæti ekki, það sagði ykkur, sko, fyrst þú búinn að eyða aðleiðun í þetta, þá mátti ekki klikka á okkur smáatriðum. Þú voru að fylgja þessu alla leiðis. En hvað gerðir þið vonir að fá útrúsu fyrst þú varst tilbúinn að leggja aðleiðun í þetta? Hvað gerðir þið vonir að kæmi útrúsu allir saman fyrst þú varst tilbúinn að leggja aðleiðun í þetta? Veistu, ég eiginlega veit það ekki. Ég átti aldrei von á þessu. Ég átti aldrei von á að lagið yrði svona mikið smellur, sko. Ég vissi þetta var húk og allt það, en ég átti aldrei von á þessum rosa hvell sem varð. Það var eitthvað sem kom á óvart. Var eitthvað svona kansöng á íslensku, þessi plata er á ensku, Dawn of the Human Revolution. Var það eitthvað svona, spáður mikið í það hvort það ætti að vera íslensku eða ensku? Já, þetta var svona, jú, ég velti því mikið fyrir mér, en einhvern veginn, sko, draumur, maður hugsa alltaf, ef þetta er tilbúið í umbúðunum og ykkur heyrir þetta, þá kannski hægt að koma á svo stærri markað en Ísland. Það var hugsunin. Það sakar ekki. En það var einhvern meik draumar í gangi þannig, en maður gerir sér alltaf vonur að ef það er á ensku og ykkur heyrir það, þá er kannski möguleiki. Þannig að það er komið í fötin, sko, útflutningsfötin. Fannst þér jafnvel þarna, þú verið að upplifa það sem þú sagði við félagina þegar þú varst lítill, sko, einhver tíma, sko. Já, einhvern veginn, sko, það var eitthvað... Gerðist það þarna? Já, það var þarna einhver rödd sem var búin að vera innan með mér öll árin sem sagði við mig, sko, það kemur að því. Your time is gonna come eins og í Led Zeppelin-læginu. Já, akkurat. En segð mér það svo bútatrúni. Hvenær snerust til bútatrúni? Já, sko, ég kynnist sem sagt, sko, náttúrulega á þessum 70s tímabili þá náttúrulega er rugl í gangi. Menn fari í gegnum hippa tímabilið og það er svona sukk og kvenfólk og hassreykingar og svona eins og var á þessum tíma. Og tókstu þátt í þessu öll saman? Auðvitað, gerðu það allir þetta bara inn. Ég meina, menn fóru í Saltvík og spiluðu og þetta var bara andinn. En svo náttúrulega uxu flestur upp úr þessu og þroskuðust frá þessu. En þetta var tímabil sem var svona, jú, þetta var, allir vildu frið, allir vildu vera góðir og sannir, sko. Þannig að þetta var svolítið spes. En bútatrúin, hvernig tókst þú við henni? Þá, þegar ég er að gera þessa plötu, þá er ég er að gera Can-plötuna fyrirgefðu. Ég er að gera Can-plötuna. Með Hrafnhildi? Já, þá er allsherjar verkfall á Íslandi. Allt loka, póstur, útvarp, allt stopp. Prentsmiður og allt, það er bara allsherjar verkfall. Þetta er þarna í október 84. Sonur minn fæddist, ég man það. Svo það var ekkert annað að gera en bara fara til London, láta pressa plötuna og prenta kófur úti. Skilurðu. Ég fer á auglýsingastofu sem heitir Örkinn og þar hitti ég mann sem heitir Ásgeir Júlíus Ásgeirsson og hann fer að segja mér frá að hann kyrji og kvölds og mótna og maður geti kyrjað fyrir hlutum. Og ég sagði, er þetta kyrjað fyrir að koma að lagi í fyrsta sæti? Já, segir hann. Þegar ég bara skellti mér á eitt svona fund og þar voru allir krjúpandi niður og kyrjandi, mér finnst þetta að vera stórfurðulegt lið. En ég ákvað að prófa þetta. Og það gerðist eitthvað innra með mér, það var svona einhver opnun og einhvert flæði vegna þess að búddismi gengur út og þetta er allt innra með okkur. Þetta er krafturinn og þú ert hérna að gæfa smiður, þú ræður þínu lífi sjálfur. Það er ekki Jóni Baldvin að kenna, ekki ríkisstjórnin að kenna og ekki mömmu og pappa að kenna, þú ert ábyrgur. Og það var búddismi með. Svo náttúrulega fréttum maður að Tina Turner væri að kyrja og Herbie Hancock væri að kyrja, þannig að ekki skemmti það. Richard Gere, Jú, og svo kom Herbie heim til landsins á listahátíð á sínum tíma. Og þið hittust? Já, hann kom heim til mín og það var aldrei verið eins margir á fundi í búddismannum eins og þá. Nei. Og hvað gerðu þið? Kyrjuðu þið saman? Já, hann kyrjaði með okkur. Og síðan þegar ég gerði myndböndin í LA, og þá hitti ég hann aftur út í Kaliforníu 93. Já. Og kom heim til hann í Rosa Villi í Beverly Hills og það var rosa gaman. Hvernig þú kyrjar alltaf á hvernig degi, ekki? Já, ég byrjaði sem daginn á því og einmitt kyrjaði í morgun fyrir þér. Að mér myndi ganga vel? Já, bara kyrjaði fyrir að vera gott svona communication á milli okkar. Og svo endaði ég daginn á þessu. Og þetta er svona, tekur svona korter 20 mínútur á morgnana, korter á kvöldin. Og svo getur þú kyrjað lengur í sífellu sko lögmálið sjálft. Hvernig hljómar þetta bara svona stuð? Nam-myoho rengi kyo, nam-myoho rengi kyo, nam-myoho rengi kyo. Og þetta þýðir, ég tilenga mér
hið ljósa og leynda, lögmál, orsök og afleiðinga í gegnum hljóð og bylgjur. Það munar ekki það, maður. Heyrðu, hljóð... En ég ætlaði að prófa þetta í mánuð og það var 87 og nú 2003. Og mörg lög búin að fara í fyrsta seti. Já, þannig að þetta svona... Þetta gefur manni lífsfyllingu. Þetta því maður að sækja þetta allir menn hafa þetta innan með sér. Óendanlegan lífskraft og visku. Það bara að fá það upp. Þú talar hljóð og bylgjur. Já. Skulum fá hljóð og bylgjur af skjánum. Já. Já, ég gef að vil, sorgmættum huggun og fró, því ég til og það finnst mér nóg. Ég gef að vil, engum þá staðrind ég til að ég til. Svaraðu, kallinu frá mér, út við þyrftu mörkin, bíður eftir mér. Svaraðu, try and make connections, isn't easy to do. You tell them you're from Iceland, they just look at you. Hey you, who you try to fool. Hey you, is it true? Hollywood, Hollywood, at night the lights are shining. Hollywood. Þetta nú eitt af lögunum sem lifir góðu lífi og Íslingar hafa tekið mjög vel í og ég tekið til alls konar fólk fílar þetta, alveg ótrúlegasta fólk. En það voru líka margir eitthvað að pirrast á þessari Hollywoodferð og þessari hugmynd. Hvað getur ímyndað að hafa verið valdið því? Þessi áratuga mér að eins og skjóta allt á filmu og gera þetta eins vel maður gat. Og ég sagði alltaf þetta verður ekkert alvöru Hollywood-feeling að fara út og skjóta myndbandi þar. Og Kristinn Þórðarsson sem gerir stuttan frakka, hann var hérna á Íslandi. Hann sagði, Hebbi, komdu bara út, við leigjum van, ég skal redda þér kvikmyndatökum, genginu og öllu og við notum þetta sem fyrir okkur í möppuna eins og fyrir módelin. Í skólanum að klára verkefni. Þannig að við gefum þér vinnuna, þú borgar bara filmurnar og leigun og tækjónum og við vorum hérna í 3 vikur og skutum 2 myndbandi, það var meira átt að gaman. En það voru einhverjir að pirra sig samt á þessu? Jú, svo kom ég heim með þetta og þá fannst mönnum ég einum og flottur á þeim að Hollywood, come on, Hebbi eitthvað í Hollywood, hvað þykist hann vera? Þannig að þetta stuðaði suma. Þeir vilja sjá það bara í Hollywood í Ármúla? Já, sennilega. Það var búið að segja við mér svona menn sem tæknimenn, bæði hjá sjónvarpinu og sem voru þóttu góðir tæknimenn að gera myndbönd og fleira. Ég sýtti bara að fá mér blue screen og bara redda svo myndu frá Elli og bara skella þeim á blue screen. Ég bara sagði nei, þetta er ekki mál Ekki að ræða? Nei. En ertu að syngja sjálfa þarna eða bara hvern þann sem að reyna að vera frægur? Já, þetta er sannur texti. Ég á sjó þarna einhvern tíðan í fyrndinni og sem þetta lag þegar við ákváðum að fara til LA í brúðkaupsferð. Og þá sem ég þetta lag, I was on my way down to Hollywood. Og síðan sendi ég ykkur demo í ykkur fyrirtæki meðan ég var þarna. Já, þannig að þetta er bara satt. Já, og ég fekk fyrirspurn og það var fyrirtæki sem hafði áhuga og Jonni Sigvards var þá að byrja í kvikmyndaiðnaðinum og var bara að byrja í LA. Og hann var adressa sem var gefin upp. Og það var að sambandi við Jonna og þá var Hebbi farin til Íslands. Út af einu lagi sem var hérna, það er svona. En svo er það fer mjög gott orðaði sem, eins og þú sagði við mig áðan, þú er unnið alls konar störf og bóksalan var náttúrulega, þú varst öflugur og margir vildu halda því fram að Örn og Örlygur hefði
hætt að vera til miklu fyrir að Herbert Guðmundsson hefði ekki verið að selja bækur fyrir þá. Ég ekki frá því. Og þú hefði selt sko helmingi meira en allir hinir til samans. Já, þetta voru góðar bækur. Já, já. Og mér fannst gaman að hitta fólk og maður fór náttúrulega hringinn og Alfræðin sem dæmi. Þetta var bók sem allir vildi eiga, þannig að ég var gæfusammála því leytinu til líka. En þetta allt Steina að þakka sem var með mér hérna, sem prógrammaði með mér Kent og Guði, því að hann sagði mig, þegar ég var að byrja að kyrja, hann sagði mig, ef við byrjum að kyrja Heppi, getur þá leyst öll fjárhagsvandamál, ekki máli segi ég. Svo hann byrjaði að kyrja með mér. Svo einhvern veginn þegar hann búinn að kyrja, þá sér hann, ég fekk svo rosa hugmynd, ég sá auglýsingu í Mogganum, og var að auglýsa til sölumanni fyrir bækur. Þú væri fínn í það maður. Og ég fór að sóttum og fekk vinnuna og byrjaði að selja bækur. Ég heyrði eina sögu sem ég veit ekki hvað þetta er sönn, ég læt hana bara vaða, að þú hérna hafi farið eða notað þetta trix til þess að selja. Þú hefði sko verið að selja Halldór Laxness eða eitthvað álíka stórt safn sem kostaði tugþúsundir og bauðst fólki þetta bara á vísa rað. Og sagði ég, góðan daginn, ég heiti Herbert Guðmundsson og ég er að selja hérna risat Halldórs Laxness fyrir 87.000 krónur. Þetta getur þú fengið á 12 mánaða vísa rað. Og einhver bóndinn hafi sagt hérna 87.000, já, nei, ég held ekki. Og svo þegar hurðin hafi verið að lokast, það var að setja löppin á milli. Ég er þetta með geisladisk með sjálfum mér á 1500. Já, ég ætla að fá hann. Já. Eða þetta ekki bara bull? Nei, þetta er satt. Þetta er satt? Já, þetta er satt. Þetta er algjör snill. Seldur þú marga diska svona? Já, ég hef verið voða duglegur að selja sjálfur plötuna mínar. Og hérna, að því að þú veist að þú gefur út sjálfur, þá er þér ekkert frontað í búðunum hjá risunum. Þú voru að berjast í lífinu? Já, þeir fronta bara því sem þeir eru að gefa út og hérna. Þannig ég hef alltaf náð nokkur góður í plötusölu og verið drjúgur að selja. Þetta sagði Hörður Torfason líka, að bara, þú veist, þetta er hægt. Já. En þetta þarf ákveðna manngerð í þetta, að vera að selja sjálfa sig. Þetta er ekki fyrir alla. Ekkert erfitt. Nei. Tala ekki ef það er gott lag, sko, eins og núna hef ég verið að selja Svaraðu-diskinn. Og þá spyr fólk hérna, er Svaraðu lagið á honum? Já, herri, mikið helvíti það er skemmtilega. Jú, ég skal kaupa einn af þér. Skilur, þannig að ef fólk þekkir líka eitthvað og hefur áhuga. Ef varan er góð. Já. Svo er margir sem hafa áhuga fyrir safndiskinu mínu, það eru öll bestu lögin sem ég gerði á ensku. Þannig að... Segðu mér annað, sko, bóksalan er eitt og þú varst á sjónum og svo fórstu til Svíþjóðar að laga ís. Já, við sko ákváðum að okkur langaði, ég sagði við konan, mér langaði mig svona tiltölulega ungur að prófa að búa í öðru landi. Svo við flytjum til Svíþjóðar og þegar við vorum búin að vera þar í nokkra mánuði, þá segði konan að það væri engin almennileg ísbúð þarna. Það væri bara bakari með einhverja hálfar svona vélar með einhverju G-vöru ís. Svo hún segði mér, þú ert bara að opna ísbúð. Já, veistu, ég geri það bara. Því mér langaði líka að hafa einhverja vinnu þarna í Svíþjóð. Svo ég bara startaði ísbúð fljótlega, keypti mér íssöluvél, startaði ísbúð og byrjuðum hann vorið bara í maí. Og keyrðum hann í 3 ár. Og ég fór til Ítalíu og kynnti mér ísgerð, þess að vera nú prófi í þessu. Síðan kem ég hérna heim til Íslands, fer í Perluna, Gísli Tór var svo góð mig yfir kokkur í Perluna og leiði mér að fara niður og laga bara með sunduna framan á mér í nokkra daga til þess að læra að keyra þessar Carpigiani vélar sem laga allan ísinn. Og svo keypti ég mér alveg eins vélar og byrjaði bara í Svíþjóð. Og gekk vel? Bara glimrandi. Við áttum þetta skuldlaus öll tæki og tól eftir 3 árin. Já. Og þau er ég að nota núna í síðumúlanum. Akkurat. Já. Af hverju komst þú aftur heim? Varstu bara búin að... Já, sko, ég náttúrulega var, sko, 96, slær Kent og Guði í gegn aftur. Og það bara stoppaði ekki síminn bara að koma heim og syngja og ég var að syngja allt það sumar, sko. FM byrjaði að spila þetta á einhver útastöðin og þá byrjuðu krakkarnir að hringja hvað er það að fá þetta, þannig að við skelltum plötun á disk. Og þá komum fullt að jobbum í kjölfarið sem ég fór að syngja á diskotekum og hinga og þanga. Og síðan hefur bara non-stop. Já, og ert hérna með ísinn alveg... Ég á eftir að smakka þau ísinn, sko. Þú verður að gera. Ég sko, er eitthvað hérna sem ég geti aldrei hætt að borða, þá er það ís. Súkkulaði, jú, ég gæti hugsanlega sleppt í góður ís. Er erfitt að búa til góður ís? Maður er alltaf að hafa smekk fyrir honum og svolítið vita á honum. Og hérna, nei, það er kannski ekkert svo, mér finnst það ekki erfitt, sko. En alltaf að því ég er búinn að vera í kokkari og matseldi gegnum tíðina, þá kannski tel ég mig að aðeins meira viti en svona gengur og gerist. Þú talar Svaraðu hérna áðan og gerðir plötu ekki alls fyrir löngu og þá varstu komin í íslenskuna aftur. Já. Það var svolítið gott skref hjá þér, held ég. Já, ég hugsaði með mér, ok, nú er ég búinn að syngja allan minn feril á ensku á Íslandi, ég hef 4 smelli á ensku. Hvernig væri nú að prófa að jartengja sig aðeins og mér fannst þetta svo mikið jartenging, þetta var eins og að vera komin heim einhvern veginn. Mér finnst það voðalega gaman, að syngja eigin móðumál. Já, við skulum sjá þetta myndir af útgáfutónleikum í Íslensku óperunni, þar sem þú varst með enga smá hljómsveit. Já, alveg rétt. Eins og vorið, þú vaknar með hvíld.
áttum heiminn en við áttum eitthvað dýr. Fast heldur mér minningin, sársaukinn, þá sumarið var tími. En aldrei mér tókst að brúa það bil sem var milli okkar hvern einasta dag. Þetta til þín, þetta ljómið góða, það til þín, það minnir á síðan. Þetta til þín, þegar heyrðu það, hugsa til mín. Í mér, ólgandi kraftur, óbreysta frelsið ég finn. Loftið ilmar af vín og mosa, alla þreytu ég næ að losa. Lækurinn fer sína leið. Já, þetta glæsilegi tónleikar og allt á íslensku. Það nú bara einhvern veginn komið tíma á það eins og þú sagðir að Já, eins og og það var áður gleymir því. Það var reglulega gaman og ég fann líka svona meðbyr út af því líka. Það svona, ég hef alltaf verið að spyrja mig, af hverju er þetta alltaf á ensku? Já. En ég var á ensku af því mér fannst gaman að syngja á ensku. Akkurat. Og nú finnst þér gaman að syngja á íslensku. Já, sjálfsögðu. Hvað? Og ensku. Ertu alltaf að semja? Já, ég er alltaf með gítarinn og ég á ansi mikið af lögum sem ég átti að vinna líka. Já. Ég yfirleitt tók þau upp eða skrifaði niður textana og tók upp á svona tape á sinn tíma. En ég sest ekki beint niður í dag til að semja. Nei. En ef það kemur svona verkefni upp í hendurnar þá ger ég kannski eitthvað. Og það er furðu fljótt að koma. Við ætluðum að einmitt að enda þáttinn á lagi sem ég hef allavega aldrei heyrt. Nei, það hefur aldrei verið flutt opinberlega. Hvaða lag er þetta? Það heitir, skal ég segja þér, það heitir Magic Feeling. Þetta er svona með svona hippa áhrif. Hippalag eitthvað? Já, þetta er svona hippa áhrif svolítið í þessu. Sko það er þvílíkt sko sem ég þarf að róta núna. Er það ekki? Ef ég næ þessu réttu, þá er ég, nú fel ég mig heppinn mann. Einmitt. Svo er hérna eitt fyrir mig. Magic Feeling, já. Sko við náttúrulega rendum í þetta hérna áður en við byrjuðum. Ég treysti bara á að ég muni þetta þegar við byrjum að spila það. Er það ekki? Halló. Heyrðu, jæja? Já, halló. Halló. Ásjó. Ok, þú byrja bara. Ok. Keep on wandering around, hearing strange kinds of sounds, yeah. Sounds of music and minds. Life circles around. Oh, that magic feeling. Oh, that magic feeling. Oh, that magic feeling you can get inside. I can hear voices of angels whispering words of knowing, truthful and really saying, hey brother, don't ever try to break others' heart. Oh, that magic feeling. Oh, that magic feeling you can get inside.
magic feeling. Oh, that magic feeling. Oh, that magic feeling. Magic feeling. Oh, that magic feeling. Hey brother, don't ever try to break others' hearts. Það held ég. Herri Árni, þakka þér. Já, bara þér sömuleiðis. Bara gaman. Var eitthvað bit í þessu? Á stuð? Já, en ég meina, mér finnst við svo fljótar að ræða mánudag bara. Þetta líður hratt. Og gerfin þetta öld. Líður hratt og gerfin þetta öld, sko.